Hér blóðið, það svo svalt, minnir á hátíð, bjór út allt, búin að semja, út í eitt og engar mútur, fá því breytt, við dugum ekki að hringja í neitt, við ræddum stuðin og stemningu, við græjum meira að segja, þorra mat og fleira, hangi kjöti, pungum og bransmikið, við syngjum þetta blóðið okkar, þorra blóðið okkar. Jæja, hvernig kanntu svo við hérna, Svava? Bara þokkalega. Var komin ógeða helvitis fena í horninu í Nettó. En þú, Sigrún, hvernig finnst þér þetta? Jú, mér finnst þetta nú aðeins skárra. Skárri viðskiptavinir. En Svava, hvernig er veðrið eiginlega úti? Látum okkur segja. Hlýtt,
en hvasst. Jæja, Bogi, þá erum við komnir á alþjóðaflugvöllinn á Höfn í Hornafirði. Er ekki kjörið að taka hér viðtöl við fólk fyrir nýja smábæði þátt RÚV? Jú, Gísli minn, það sýnist mig að vera mingandi upplagt. Hér virðist vera nóg að taka. Jú, og hér eru líklega starfsmenn vallarins. Hverjir eru þið? Sigrún hérna, í Netto. Nei, heyrðu, ég er nú hætt þar. Sigrún flugvallarstarfsmaður. Svafa í Netto, nei, Svafa Herdís núverandi flugvarnarstarfsmaður. Sigurður Páll og Halldóra, vinsamlegast gefa ykkur fram við upplýsingar. Siggi Palli, vinsamlegast gefa sig fram við upplýsingar. Þetta með okkur, við þetta svo skrýmir og kráka. Nú. Hérna kráka mín. Nú þá þurfum að borga fyrir nafnabreytingu. Við erum búin að því. Farþegar með flugi WOW til Frakklands. Farþegar með flugi WOW til Frakklands. Vinsamlegast komið upplýsingar. Sérðu Gísli, er þetta ekki bæjarstjórinn á Höfn í Hornafirði? Jú, ég sé ekki betur. Heppnir vorum við að hitta hana hér. Sæl Mathildur Ásmundardóttir, getum við fengið smá viðtal við þig? Ég er í fríi. En Ólöf Ingunn, ert þú ekki staðgengill bæjarstjóra? Gætu við fengið að ræða við þig í staðinn? Fyrirgefðu, hún er líka í fríi. Þeir sem ætla að labba með mér á Mont Blanc geta setið á Saga-klass, en þeir sem ætla að taka rútuna, þeir með að setja rauðum 17 til 23. Hjálmar! Já, ég er að koma. Býtu, ætlar ekki að ganga með ykkur Hjálmar eða? Æ, megum við ekki taka rútuna hálfa leið? Nei, annarkvort labbið alla leið á Mont Blanc eða sleppið þessu bara. Nei, ég nenni því ekkert. Áttu þetta ekki verið frí hjá okkur? Ég nenni því. Þetta er loka útkall til Frakklands. Elín Birna Olsen Vigfúsdóttir, vinsamlegast komdu upplýsingum. Hvað vantar? Ég var sko að koma frá Svíþjóð, ég var í magaarmi. Já, hérna hér. Þetta er nú merkilegt. Þú segðu mér, máttu eitthvað borða? Já, það er nú eitthvað minna, halvan desilítra mat á dag eða 8 sætkartöflufranskar. Já, ok. Það er nú ekki mikið. Nei, þetta er samt mjög hagstætt fyrir heimilisinnkaupin. Og svo fæ ég líka afslátt á þorrablótsmiðum af því ég borða miklu minna en allir aðrir hérna. Já, góða mín. Mér skilst að þetta sé talsvert algengt hér slóðir. Já, hér eru margir með magaarmar og magabönd. Svo margir að Auðun læknir er farin að hafa viðtalstíma á heilsugæslunni. En Bogi, má ég fá eina mynd? Ég ætla að skrifa pistil á Facebook.
segðu mér svolítið fleira. Mér skilst að börn séu líka til. Hverju þau hafa ég vita við. Já, ég skal sko segja þér það, en það eru nú ekki allir sem vilja viðurkenna þetta. Maggi Siggi, Jói Ingólfur og Anna María og líka Hrafnhildur, Tóta Helgi og Snór og lögfræðingurinn, Stebbi kokkur. App, þetta nóg. Og einnig ég. Guðrún Ásdís Sturlausdóttir, Guðrún Ásdís Sturlausdóttir. Jú, góðan daginn. Ég sé að þú ert með helst til lítinn farangur. Er verið að skreppa í höfuð borgina? Herðu, nei, ég er að fyrir 3 mánaða reisu til Síberíu, þar sem ég ætla að lifa á sjálfbæran hátt með innfættum. Eftir mikla leit fann ég hópa fólki sem ljóstillífar. Ljóstillífar? Já, það er svo rosalega umhverfisvænt. Svo þegar ég kem heim ætla ég að hafa námskeið fyrir bæjarbúa. Jú, og ertu mikið með námskeið hér í bæ? Já, heldur betur. Hjólanámskeið, kaldavatsnámskeið, súrefnisnámskeið, pokasaum. Og svo er ég með svona umhverfisvæna fataslár allan bæ. Vá! Hér eru allir mjög áhugasamir það sem ég er að gera og geta fylgst með á samfélagsmiðlum. Ég er svona áhrifavaldur. Já, ég er nú miklu meiri áhrifavaldur, get ég sagt þér. Jú, og hver ert þú með, Leifi? Kolla Björns, markþjálfari, engaþjálfari, hugþjálfari og lífstílsráðgjafi. Og já, ég er nóg. Já. Ert þú þá svona innfari? Já, það má segja það sko. Börnin eru að flutta heiman og hann Ingi minn er alltaf á sjó. Hundurinn vill ekki eins og fara út að labba með mér sko. Hann er bara alltaf hjá henni Kötu. En ég er nóg. Jæja, förum nú á stúfana og tökum stöðu á byggingamálum Hornfirðinga. Sælar. Jæja, hér eru greinilega miklu kollegar að mætast. Hver eru þið? Snorri hérna. Jú, ég er Laugbjörg. Og ég er Jóna Benný. Við erum fasteignasalar bæjarins. Jú, og er nóg að gera. Já, heldur betur. Erum að selja hús á Hornafirði. Á staðnum eru mikil fasteignaviðskipti. Og selja margir kot og sumir kaupa ný. En sumir eiga engin hús til að búa í. Jón og Gestur í hjólhýsi, Bjarni Rafa og verkstæði, Ragnar og Olgeir bústaði og einhver kústaskapnum í. Óta papp og mömmu hjá, Kall og Kristín voru þá. Einhver út á tjaldstæði, jafnvel Matjús Daggarði.
Nonni býr í ruslafötu og amma hans býr út á götu. Byggja margir hús á Hornafirði, gerir starfið okkar miklu meira virði. Allir eru menn og við græðum feitt, hækkum verð og hækkum leggjumst öll sömu á eitt. Svar og Héðinn seldu hús á alveg 1.100.000. Hall og Dagný áttu 2, Hatt og Þóra alla kannski 7. Seljum Hjallar og Hólu á, góða 1.000.000 Áttu Hjallar verstu gerð, já við komum honum í verð. Það hægt að selja allt og rukka rosalega margfalt. Þetta húsabransinn, þetta húsabransinn, þetta húsabransinn, þetta húsabransinn. Sumir gleyma sér í honum, selja langt fram úr öllum vonum. Sumir gleyma að flytja inn eða tæma bílstúrinn. Búa þessum og hinum hjá, enda sama staðnum á. Minnka við sig allt og mikið, lendi vandræðum fyrir vikið. Jónsi selt ofan á sér, en gleymd að taka börnin með, svo þau seldust bara með. Leggjum nú land undir fót og sjáum hvað heimilislausa fólkið hefur að segja. Góðan daginn, hér erum við komin að reyna að ná tali af Bjarna Jakobssyni og Kristbjörgu Jónsdóttur. Veistu að ég keypti þeim húsið, svo hendi ég þeim bara út. Ég veit ekkert hvar þau búa. Ég held að þau búa í einhverju tjaldi. Þar hafið þið það. Við höldum þá áfram leitinni að heimilislausum á Hornafirði. Já, góðan daginn. Við erum hér að skoða híbýli Hornfirðinga og meðan stendur á byggingum. Já, komdu sæll. Hvernig að hírast hér í bakgarði í einhverju útferfi Hornafjarðar? Þetta er bara sem maður þarf að gera. Ég náttúrulega seldi húsið og svo er verið að byggja nýtt hús. Þetta er bara notalegt svo sem. Og ertu hérna með hita og rennandi vatn? Nei, þetta er svona tímabundið ástand. Þetta er nú allt í lagi. Já, ég segi bara gott gengi og hafa það gott í kofanum þínum. Já, þakka fyrir. Við ætlum að taka hér hús hjá þeim Gesti og Jónu sem búa hér í hjólhýsi á tjaldstæðinu á Höfn í Hornafirði. Já, góðan daginn, Gestur. Já, góðan daginn. Hvernig ferum ykkur hér í hjólhýsinu? Já, það gæti nú alveg verið verra. Og hvenær er áætlað að nýja húsið verði tilbúið? Það kemur nú bara því þegar það kemur. Ég veit ekkert hvernig það verður. Hann var stuttur í spuna, hann Gestur, en við förum og leitum að fleiri tjöldum. Hér hefur fundið tjald sem greinilega hefur verið tómt í svolítinn tíma, en á því er miði. Og hér sjáum við húsnæðisvandan á Hornafirði í hnotskurn. Fólk virðist flytja þar sem engin hús er að fá. Hér erum við komin á byggingarsvæði á Höfn í Hornafirði og ætlum að reyna að ná tali af Rögnu og Olgeiri. Sælvertu, Ragna. Geturðu sagt mér aðeins hvernig gengur í byggingamálum hjá ykkur? Já, það ég er náttúrulega öllum fjölskyldum á vísi erum vondur. Jón Gatinn og Sunni var systir. Og já, það er ekki að segja. En svo var hann bílinn í ána, það var akkur að eiginlega nýja bílinn. Og svo fór ég að flera tímsækki, já það er orð. Og svo, Við fundum hérna Olgeir manninn hennar Rögnu á gröfunni að taka grunn fyrir nýja húsinu. En við skulum reyna að ná tali á honum, þar sem hann er öllu skiljanlegri en hún Ragna. Sæll Olgeir, hvað geturðu sagt okkur bygginguna sem er hér að byggjast hjá ykkur? Já, við erum nú bara nokkuð róleg í þessu. Ég er að taka grunninn núna. En við tökum okkur bara 1 ár í þetta eða meira jafnvel. Við erum alltaf í lóninu.
Piparsveinaklúbburinn 4G, Piparsveinaklúbburinn 4G. Það er komið að brottför. Jú. Hér sé vaska menn á leið í flug. Hverjir eru þið drengir? Ég heiti Gunnar. Fyrirgefðu, ég var bara að teka á Tinder. Hann er ekki eins og það er borið mikinn árangur. Ég er ennþá einn. Annars heiti ég Gunnar líka. Já, ég heiti Gunnar líka. En ég er bara gestur. Jú, og þið segist vera Piparsveinaklúbburinn 4G. Hvað gerið þið? Við snæðum aðalega á hafnabúðinni. Já, og skoðum skála á hálendinu. Og af hverju í ósköpunum gerið þið það? Jú, gæskur, þannig gekk Jón Braga út. Þetta er líklega það furðulegasta sem að ég hef heyrt. Ekki að furðulegt að Bjarni Netto gekk líka út. En út af mann. Lífið er núna. Bíddu nú við, mikið ert þú glöð að sjá og upp stríluð. Hvert ert þú að fara? Veist ekki hver ég er? Ekki grænan. Í alvörunni? Nei. Ég heiti Stefánía Hilmars. Ok. Kveikir það einhverju hjá þér? Ekki neinu. Ég var aðleikarinn í nýju Clooney-myndinni. Ekki séð hana. Svo fékk ég líka símtal frá Sigga Hlö og vann miða á Duran Duran. Ertu að segja satt? Á ég sanna það fyrir þér? Gerðu það. Halló. Stefánía? Já. Hvað eru uppáhaldslagið með Duran Duran? Save a Prayer. Save a Prayer? Ertu til að hitta þá? Ertu ekki að grínast í mér? Nei, ég heiti Siggi Hlö á Bylgjunni. Símtal frá Sigga Hlö. Þú færð að hitta þá Stefánía mín.
Gunnlaugur Róbertsson. Gunnlaugur Róbertsson. Síðasta útkall. Afsakið tafirnar. Ég var bara að klára malbika innkeyrslulega á mér. Heyri ég rétt, það rætt sig framkvæmdir. Jú, kallinn minn. Ég var að hætta hjá sveitafélaginu. Ég fekk svo svakalega starfslokasamning. Býttu nú við, hvað þetta segja? Jú, vittu til. Ég lét bara malbika allt nærumhverfið. Meira segja bara alla götuna. Og ekki nóg með það, þá fékk ég það í gegn að það yrði aldrei byggt hótel í 5 km radíus við eignum mér. Hvorki húsið, bílinn, sumarbústaðinn eða hann á löfvegi mína. Hvað er þetta að segja, maður? Hvernig fékkstu þetta í gegn? Það var ekkert mál. Bæjarstjórinn og allir hennar stækinglar voru í fríi, svo ég samdi bara við hennar Signýju og hann skrifaði undir fyrir aðeins 1 kassa af slotts. Nei, Ómar. Þú ert ekki að fara að hleypa ykkur náttúru hippafræðing eða hvað hann Frítt og hopn. Pabbi? David Attenborough er heimsfrægur náttúrufræðingur. Þetta geggjað tæki fyrir okkur út á horni að fá svona túrista náttúruauðlötu til okkar. Mér svo skít sama, Ómar. Þú verður að fara að læra það að peningar eru peningar. Peningar eru mín einasta á. Ég veit. Selkaffi bolla á 1000 kall. Ég veit. Það svo gott að fá þetta túristapakk út á horn. Það þarf ekki logn. Peningar eru mín einasta á. Laukrétt. Víkingaþorpið veitir mér líf. Ó já. Fékk að sko frítt en græði á því. Ef þú vilt græða, David Attenborough skaltu þá hræða. Hann skal sko læra að peningar eru mín einasta á. Ég elska seðla, alls konar blöðla með dyran sjór og mitt risastóra hestastól. Það leta mér lund, finna mér konu sem vinnur og tefur stund. Ég elska seðla, alls konar blöðla, hann sonur minn gengur endalaust kvenna heim. Vill ekki kaupa neyðarsveinn og dónakalla? Neyðarsveinn og dónakall. Please, mér vantar svo pening. Pabbi, hann keyrir svo hægt og ég er ekki með bílpróf. Svenni, það bannar að selja hérna inni. Hvað, ert þú einhver neyðasigrún eða? Já, nei, ég er nú bara Netto Sigrún. Hjálpaðu mér upp með... Sigrún, varstu búin að heyra konurnar sem kom alla leið frá Reykjavík til þess að vera í húsasmiðinu hér? Nei, hvað var það? Þetta hlýtur að vera svaka verslun. Verslun ársins mörg ár í röð. Og svo er kominn ný starfsmaður, hann er víst mjög ljúfur. Hvað er nú þetta? Er þetta matalitur?
Já, þetta er matalitur. Býttu, heyrðir þú eitthvað? Fyrirgefðu, ég sá þig ekki, þú ert svo lágvaxinn. En heyrðu, mér vantaði einmitt svona matalit, en hann er útrunninn 2008, fæ ég ekki afslátt? Nei, hefur dagsetning einhvern tímann skipt máli eða? Já, ok. En áttu strákúst? Nei, ég á ekki heilan strákúst. En ég á Jón Ágúst. Þú getur kannski fengið hann. Hæ, sæti. Heyrðu, ég tek hann. Nú skil ég okkur á verslun ársins. En eigum við ekki að kíkja aðeins í Dórubúð? Ég sé að það er einhver svakalegur afsláttur þar. Ný, vilt þú ekki bara kíkja þangað? Ég ætla að fara að prófa nýja strákústi minn, hann getur unnið út. En mér langar endilega að við kíkjum í Dórubúð. Það er búið að vera útsala, alltaf 1500, loka útsala, bruna útsala og svo útrýmingasala. Ha? Útrýmingasala? Ég þangað. Farþegar frá Jóhannesarborg vinsamlegast gangi frá borði.
Ingi, nærðu þessu örglega? Ég er bara að standa á haus, byrju. Æ, Kolla, getur ekki hægt þessari helvítis vitleysu? Sko, lífið er núna. Dónakall og neyðarsveið einhver Náttar svo pening Ég þarf að kaupa mér nýja Chevrolet Og segðu mér, hver er þetta? Þekkir þú hann ekki? Stjáni Hauks, söngvarinn í Parkett og Carpet. Jú, sæll vertu Stjáni Hauks. Hvert ert þú að fara? Nei, ég er á leiðin á Kanari, á Klörubar. Taka þið honum Örvar í frænda. Já, ok. Og hvað verður þú lengi? Ég ekkert voðalega lengi. Bara að klára jólafríð og Ásgrími. Hver áttur að sjó í júlí? Var ekki búið að lána sveitafélaginu Ásgrím Halldórsson til að setja í stað Akureyrar? Flott! Getur tekið sumarfríi líka. Húsmæður á leið til Ríga eru vinsælast beðnar að ganga upplýsingaborði og framvísa brottfararspjöldum, kannski ásamt húsmæðraskírteinni. Það, eru þið ekki allar húsmæður? Jú, svona stundum. Viljið ekki bara koma með okkur? Endilega bara. Endilega. Og einhvern sem skráði og sem það var engin sem gáði hvorki algengt þessa ferð ég var í. Erum húsmæður, svona kannski einhver leiði þessar húsmæður ætla að hafa hér smá teiði verður geggjastur að fara beint til Ríga ekkert kúl og buð viltu kannski koma líka. Kallinn eftir heima, fá hvort að fórum aðeins að gleyma og fara bara í svona kjallufrí. Fullt af sögnum og bjórum síðar, þessar barðir verða tíðar, en best er þó að vera friði. Erum húsmæður að pínu litlu leyti og sem húsmæður leggjum okkur vel í bleyti, verður brjálastur að fara beint til Ríga og sem húsmóðir skaltu bara koma líka. Húsmæður eiga djamm og djúsa líka, hverju skiptir það þó við vinnum kannski líka, fá smá
Pizza, hvað ert þú að gera? Bara sækja flöskur fyrir Sindra. Afsakaðu fröken. Ég þarf að komast í klippingu. Hvenær opið á rakarann? Láttu mig sjá. Já, það stundum opið. Bara fullu tungli, annarkvæmt mánuð og á þorrablótum. Nema auðvitað það sé útkall. Já, þetta nú svolítið óheppilegur opnunartími. Þetta nú ekkert, ég geti sagt þér að ruslabortið, það bara opið 3 sinnum í viku, nema þegar það lokaði þetta. Nú, eða tannlæknirinn, má maður bara fá tannpínu 3. hvern mánuð. Og til að panta tíma hjá tannlækninu, þá verður maður að hringja heila tímanum, 4. 5. dag í mánuði, nema að það séu þetta sólstöður. Ég er enda með komið með lausn á þessu hjá rakaranum, sko. Á 2 mánaða fresti, þá bara feika ég að sé að fá hjartaáfall og þá er hann kominn á innan við 5 mínútum. Sjáðu! Herðu Guð, hvað er þetta eiginlega? Ég var að póst frá grunnskólanum. Þetta getur ekki átt að hafa farið til mín. Þetta er eitthvað ægilega svæsnar myndir, sérðu. Jesús, er ekki Gísli Eiríkur og Helgi löngu hættir í skólanum? Þú meinar Maggi, Stebbi og... Herðu, ég var að fá svona líka. Já, ég hef ekki það líka. Hei, hei. Ásgeir? Ekki opna póstinn frá Eygló. Þetta gæti verið vírus. Ég var búinn að opna. Þórgunnur Torfadóttir og Eygló Illugadóttir. Þórgunnur Torfadóttir og Eygló Illugadóttir. Vinsamlegast gefa ykkur fram við upplýsingar. Og hvert þetta fara með mig núna, Þórgunnur mín? Við erum að fara í fjölskylduferð ástum. Viljið þið Ásgeir innrita okkur? Ætli það ekki. Jú, og hvert eru skólastjórnendur að fara núna? Við erum að fara til Dóminíska lýðveldisins. Ætlum svo með saumaklúbbnum Sisi til Ítalíu í september í vínsmökkun og golf. En var ekki sett vetrarfrí til þess að forðast utanlandsferðir? Jú, það var nú bara gert fyrir nemendur. Svo líka skiptir það engu máli því það er orðið svo mikið menntaða kennara að við þurfum farin að vísa fólki frá. Og það er nú algjör óþarfi að vera að slíta þessum skóla eitthvað fyrir hvítasunnu. Flugvélin færist nær og nær, þessi ferð verður frábær. Þetta er búið að vera svo easy, síðan í síðustu ferð með Sisi. Fjallan fær að fljóta með, enginn þeirri í skóla er, býð mig upp og burt ég fer. Ég fer í fríið, ég fer í fríið, ég fer í fríið. Ég fer í fríið, ég fer í fríið.
með sveitasetur, nú ég sé ekki þarf að kenna hér. Ég fer í fríið, ég fer í fríið, ég fer í fríið. Ég fer í fríið, ég fer í fríið, ég fer í fríið. Ég er nóg. Já, ég er nóg. Sko, fyrst þarf ég að taka til í skápunum, drekka selleri djús, skrifa í dagbókina, standa á haus, hugsa hann Inga, jú, og huglega, og labba með hundinn, og þá er ég nóg. Já, ég er nóg. Getur maður, getur ekki eitthvað skutlað mér heima? Er orðinn svolítið fullur? Var ég ekki með bílpróf? Sigrún, varst þú sjálf búin að leiða unglingalandsmótinu hérna í sumar? Nei. Ég get svo svarað að ég var á kassa í Netto alla helgina. Jú, og hér eru þær komnar til mín, þær sem héldu utanum unglingalandsmótið á Höfn í Hornafirði í sumar. Þær Matthildur bæjarstjóri, Arna Harðar og Jóa Fannars. Hvernig vakti landsmótið mikla lukku hér í bæ? Ég veit svo sem ekkert þetta landsmót sko, en ég var að senda Guðna forseta. Við vorum að skoða Ósinn og Fjósinn og Fristuhúsið og svo ætlaði ég að bjóða Brönns heim og hann þurfti að veita ykkur hennes verðlaun. Jú, það verður einhver að leika við þjóðhöfðingjan. En Arna Harðar, hvernig laðist þetta í þig? Ég sé að þú ert alsett medaljum. Já, þetta gekk bara mjög vel. Ég fekk allavega þetta fína vesti. Ég er sko nefnilega aðalrödd Sindravalla og búin að vera það síðan að sambandir voru brúaðir. Jú, og þar hafið þið það. En Jóa Fannars, var ekki annars bara almenn ánægja með landsmótið hér í bæ? Þetta ómenni djöfusins ebólan. Hvað ert að segja? Var faraldur? Þetta var helvítis faraldur, hérna voru krakkar skítar út allt sparkandi bolta og þau sporkuðu í átíðin, sko. Já, Stebba? Já, hjá honum Stebba. Og hvað segir, var mikið tjón að þessu? Það var alltaf helvítis tjón að þessu, svo ætlaði ég að finna númeri á löggunni, ég fann það ekki, en svo uppgötaði ég, hérna já.is, Hófi benti mér á það á Facebook rúlla. Já, og þarna munaði Jóu. Ásgerður Gylfadóttir, Jó og Jónas, vinsamlegast komið upplýsingar. Sérðu, Bogi, er þetta ekki formaður bæjarráðs Hornafjarðar? Jú, ég sé ekki betur. Já, hún lítur að geta frætt okkur eilítið bæjarlífið. Sæl, vertu Ásgerður. Hvaðan ertu að koma? Ég var að koma að vinna háa Alþingi. Þú ert formaður bæjarráðs Hornafjarðar, er það ekki? Jú, það passar. En ég er líka hjúkrunarfræðingur og svo sitt ég í stjórn Samtaka Sunnlenskra Sveitarfélaga og svo sitt ég í stjórn Sambands Íslenskra Sveitarfélaga. Svo náttúrulega fyrsti varaþingmaður Suðurlands og
Alls ekki gleyma að ég fyrrverandi bæjarstjóri Hornafjarðar. Hvernig líkaði þér það? Já, þingmennskan. Þetta sko ekki fjölskylduvæn vinna. Það eru langir vinnudagar. Ég þarf að mæta í þingið og ég þarf að mæta á bæjarráðsfundi og svo eru náttúrulega koktelboðin. Svo þarf ég náttúrulega að sinna fjölskyldunni og vinunum, en flestir búa nú erlendis. Jú, ég trúi að þetta kosti mikið skipulag. Jú. Hann Jónas minn þurfti hreinlega að selja fjölskyldufyrirtækið til að geta aðstoða mig í fjölskyldulífinu. En jæja, ég má ekki vera þessi, ég bara drífa mig á bæjarráðsfund og klára koktelbúðið sinni í gær. En ertu til í að taka eitt lítið lag með okkur áður? Já. Hún Ásgerður ýmislegt, sæleg, rjóð og heit. Hún stundar marga vinnu og eitir sólar leit. Á Alþingi hún strítar og aldrei það nóg. Í koktelboðin fer hún og hrópar hún þá ó. Hún hrópar ó. Æ, aumingja ég. Og aftur. Æ, aumingja ég. Og ennþá. Æ, aumingja ég. Og aftur. Æ, aumingja ég. Hún Ásgerður ýmislegt, sæleg, rjóð og heit. Í koktelboðin fer hún og stendur ekki á beit. Hún þekkir varla Jónasinn sem keyrir sjúka bíl. Hann kysst hana á Austurvelli og Ásgerður sagði ó. Æ, nei og þó. Og Jónas æ, þetta nú nóg. Og hún Æ, nei og þó. Hún sagði æ. En Jónas hann hló. Heyrðu, veistu hvað? Ég hringdi á N1 daginn og gettu hver svaraði. Gauti? Nei, Lilja. Og veistu hvað hún sagði? Hún sagði, Hafnarbúðin, góðan daginn. Velkomin á N1, Lilja. Það er hérna sem Keli geymir leyniuppskriftina af Kelaborgurum. Já, lykillinn að skápnum er í gömlum narjum af Ingibjörgu. Jæja. Hver sagði þetta? Keli, helvítis melurinn. Ég er nýi massin á svæðinu. Þú, Keli minn, ert gamlar fréttir. Já, ég er nú kannski engin spring chicken. Ertu búinn að fá nóg núna, gamli? Segðu mér hvað leynir hráefnið er. Já, ok, þú farðu uppskriftina, Lilja mín. Leynir hráefnið er BKI. Briljantín, kreatín og Ingibjörg. Sama uppskrift og hvernig á að búa til stelpur. Herðu Ingi, ég er að fara í þetta ísbað og ég fer bara onni og þú tekur þetta bara upp og ég þarf að deila þessu með fylgjendum mínu og ég get þetta, ok. Ok, ertu tilbúin? Ok. Það er svo gott. Fyrir líkam og sál. Já. Ok, bara nokkra mínútur. Já. Er þetta í lagi? Lífið er núna, krakkar.
Ekki gætu frætt mig hvaða vél þetta að koma inn til lendingar og hvers vegna allur þessi viðbúnaður? Jú, þetta sænska drottningin. Hún komin hingað til að skoða nýja veginn yfir Hornafjarðarfljót. Og reyndar eitthvað sumarbústaðavesen upp í Lóni líka. Já, og ekki nóg með það, þá hún Anna með allt á hornum sér Kjartansdóttir með og föruneyti. Jú, sæl Yðar Tigg. Það rétt að þú hér út af nýja veginum? Ja, det må säga det. Þegnar mínir hafa haft miklar áhyggjur af þessari vegagerð og við teljum að það komi mikið með okkur að gera. Við skerðum að það skerði mikið útsýni. Útsýni frá Svíþjóð? Ja, nej, jeg ikke viss, men við Svíar veitum hvað best fyrir Ísland. Jú, maður velti fyrir sig hvort ekki orðað milliríkjadeilu þegar að erlendir þjóðhöfðingjar eru farnir að hafa svona bein afskipti af vegavinnu Íslendinga. Við lítum svo á að þetta verði allan heiminn. Já, þar hafið þið það, en í hinu sænska föruneyti drottningar einn ákafur mótmælandi sem þá og þegar komin á vígstöðvarnar. Heyrðu, Svava, hvaða fólk þetta þarna? Nú, þau eru að bíða eftir váhjólurunum. Já, auðvitað. En bíddu, þetta ekki Hjalti sem að koma þarna út úr göngunum? Nei, ég held ekki. Þetta Einar í Þinganesi. Er þetta Hjalti? Nei, sér ekki þetta hún danska Hildur, sér ekki hjólið. Heyrðu, en bíddu, nú held ég hún Þórhalla sé að koma brunandi út úr göngunum. Já, mér sýnist það. Nei, þetta er Gunsi Balda. Herðu, Einar, varstu búinn að heyra hvað gerðist daginn? Nei, hvað var það? Það var ógeðslega fyndið. Það var þannig að Lúni var í heitapottinum. Kæru flugfarþegar, við verðum því miður að rjúfa þessa dagskrá þar sem í salnum staddur flugdólgur. Ég vil biðja ykkur að halda kyrru fyrir í sætunum á meðan við komum böndum á hann. Ég vil ítreka það að hér enginn í hættu. Flugþjónar okkar sjá algjörlega þetta. Og að gefnu tilefni vil ég ítreka það að rakarastofan verður lokuð í allt kvöld og alla nótt.
fína, flotta, þorra flóti. Já, það var gaman og mikið stuð og almennt grín og ekkert tuð og brennivínir hans og luft í mig. Ég tilbúinn fyrir mikið glens og vonandi verð ég ekki lens af ákarli og góðu romm í kóki. Ég dansa skal í alla nótt og má því ekki missa þrótt því að músíkin svo góð. Dansa, hvað betur en að dansa? Í dansi gleðst í sérhverja stund. Dansa, hvað betur en að dansa við dömu sem kát og léttir í lund. Ég flýt gólfið eins og svín það til mig fer að vanga vín á loksins bara ég fæ mér lítið. Já, útrásin hún gríðarleg, nú ég kominn langan veg og ætla því að dansa í alla nótt. Dansa, hvað betur en að dansa? Í dansi gleðst í sérhverja stund. Dansa, hvað betur en að dansa við dömu sem kát og léttir í lund. Nú hef ég hlegið og skemmt mér vel og ég bið nóg að súrum vel á þessu fína, flotta, þorra flóti. Já, það var gaman og mikið stuð og almennt grín og ekkert stuð og brennivínir hans og luft í mig. Ég flýt gólfið eins og svín þar til mig fer að vanta vín á loksins bara ég fæ mér lítið. Já, útrásin hún gríðarleg, nú ég kominn langan veg og ætla því að dansa í alla nótt. Og ætla því að dansa í alla nótt. Og ætla því að dansa í alla nótt. Svo svart, minnir á hátíð, bjór út allt, búin að semja út í eitt og engar mútur. Frá því breytt, við þurfum ekki að hringja í neitt. Við reddum stuðin og stemmingu, við græjum meira að segja, þorra mat og fleira, hangi kjöti, bungum og hvalsbyggi, við syngjum Þetta blótið
Getum við fengið Halldóru hérna upp á svið líka til okkar til að hún geti verið með, leikstjórinn og tæknimaðurinn hérna. En klappa fyrir henni líka. Ég veit bara mann.